Nú hafa hjónin Guðmundur Karl Tryggvason og Helga Árnadóttir formlega stimplað sig út af sinni síðustu vakt á Bautanum á Akureyri og afhent nýjum eigendum lyklavöldin. Tímamótin eru merk enda tæp 37 ár síðan Guðmundur stimplaði sig fyrst inn. Það orðið það langt síðan að maður þarf að grafa djúpt í kollinum. Ég sennilega 16 ára gamall, haustið sem ég kem hérna fyrst inn og sennilega byrja ég áramót. Ég byrjaði aðeins að vinna niður á kjöttinastöð fyrst, læriði þar aðeins að úrbeina og svo áramót fæ ég vinnu hér kem hér inn sem nemi á Bautan. Þannig að það orðin þetta mörg ár síðan. Og hér kynnist þú stóru ástinni í lífinu? Já, það gerist ári síðar. Ég búinn að vinna hérna í gott ár og fer í skólan og fyrir sunnan. Svo kem ég tilbaka, þá hér ung dama byrjuð að vinna á Bautanum og það líður ekki löngu þannig að við fellum hugið saman. Svo sem gert gamni með það og það svo sem engin lýja, við kynntust í kælinum. Töluverður tími á þá eftir að líða áður en unga parið sem fann ástina í kælinum tekur við rekstri staðarins. Þarna áttu þau enn margt ólært. Hallgrímur var minn meistari í matreiðslu, Hallgrímur Arason sem var einn af stofnendum Bautans og eigandi hér hússins og Stefán Gunnlaugsson var aftur þjónn sem var framkvæmdastjóri á þeim tíma og Helga var nemi hjá honum og við kláruðum svo svona námið saman og eitthvað litum við nú aðeins út úr húsinu en það var aldrei lengi og komum svo bara hér aftur inn til vinnu til þeirra og vorum í mörg ár að vinna hjá þeim sem fagmenn og þeir höfðu mikið uppáhald á okkur einhverju hluta vegna og svo þróaðist það þannig að við eignuðumst fyrst lítinn hlut í fyrirtækinu og svo svona smá vattað upp á sig og mér finnst í minningunni að það séu 19 ár síðan við keyptum fyrsta hlutinn og svo voru þetta einhver 8 ár sem við vorum búin að reka þetta, áttum alveg reksturinn ég og Helga. Þannig að við vorum svo sem búin að tefla hér gólfin dálítinn tíma. 37 ár tæp frá því ég kom hér inn fyrst. 37 ár þegar þú lítur yfir tíma, hvað kemur fyrst upp í hugan? Fyrst og fremst þegar maður horfir tilbaka þetta bara mikil vinna og gleði í rauninni. Það einhvern veginn mjög fljótt var það svona allavega mín nálgun í þessari vinnu og sem við haft svona kannski að leiðarljósi að það ætti að vera gaman í vinnunni. Mikil vinna. Mörg skemmtileg samskipti, kynnast fullt af skemmtilegu fólki og bara góð tilfinning þegar maður horfir tilbaka. Nú eru breyttir tímar, það nýir eigendur á Bautanum og þið að stimpla ykkur út af síðustu vaktinni. Hvernig tilfinning það? Já, við afhendum nýjum eigendum 1. júlí og það var svolítið skrítin tilfinning og við vorum svo sem alveg búin að búa okkur undir það. Þetta yrði svolítið skrítið því að svona rekstur er þess eðlis að maður þarf að vaka yfir honum nánast alla og ekkert nánast alla daga ársins frá morgni til kvölds, hvort sem maður á staðnum eða ekki. Þannig að þetta var svolítið skrítið að vakna þarna á sunnudagsmorgni og raunin ekki þurfa að hafa áhyggjur af því sem færi fram í húsinu. Það var aðrir sem tók ábyrgð á því. Bautin fyrir löngu orðin einn af kennileitum Akureyrarbæjar. Guðmundur segir staðsetningu staðarins vera hjarta Akureyrar á móti kirkjunni og kaupfélaginu. En fyrst og fremst hlýtur hann að eiga sér sérstakan stað í hjarta þeirra hjóna. Já, það nú kannski þess ég fór yfir með Helgu hvað maður saknaði. Það verið auðvitað góði bautamattur fyrst og fremst frá morgni til kvölds. Já, það ekki spurning. Við eigum eftir að koma ofta og fá okkur að borða á Bautanum og mjög spennandi bara tímar framundan hjá Bautanum. Einar Geirsson hér veitingamaður og hans kona að taka þetta í gegn svolítið og það má segja kannski verið komið smá tíma á að fara að stokka aðeins upp og laga til og ég held að það sé bara rosalega jákvætt og spennandi og ég veit að þau eru búin að breyta matseðil núna strax og það hefur verið að höfða þar enn meira til Akureyringarna. Við kannski vorum svolítið svona meira miðuð á túristan og ferðalangana. En ég held að það sé bara rosalega spennandi og ég hlakka bara til að bragða þar á öðrum réttum heldur sem við höfum borið fulla ábyrgð á hingað til. Nú eru þið þekkt hér í bænum sem bautahjónin og nú ný bautahjón að koma inn. Þú voru væntanlega að gefa þeim einhver góð ráð, er það ekki fyrir komandi ár?
Jó, ég svo sem hef aðeins ítt einu að Einari með það en ég held að við Einar svo eldklár náungi og kona hans að ég held að þau klári sig nú vel með framhaldið. Ég held að það sé ekki okkar að leggja línurnar í því en ég held að sé nú svo sem það sama sem gildir þegar þú ert í veitingarekstri að fólk þarf að mæta góðu viðmóti og fá góðan mat og finnast að fá það sem það á von á og helst aðeins betur. Það var gamalt frasi sem ég notaði gjarnan á starfsfólki mitt með viðskiptavininn að þeir koma náttúrulega oftast inn bara svangir og vilja fá að borða og eru yfirleitt að flýta sér og ef þeir eru ekki í góðu skapi sem þeir eru komið inn þá ætlast ég til að okkur takist það á þeim tíma sem stoppið okkur komist í gott skap og færi glaðir út. Þannig að ég held að það sé alltaf svolítið undir niðri það sem skiptir máli að fólk fari hamingjusamt frá borði.